Já, góða kvöldið ágætu hlustendur og áhorfendur. Velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudagskvöldi. Í síðustu viku þá vorum við með 2 þætti hér sem að fjölluðum sem við getum kallað svona stóru kerfin okkar, heilbrigðis- og menntakerfið. Og við vorum að velta fyrir okkur svona hvað réði uppbyggingu þeirra en kannski helst valdaleysi stóru fagstéttanna, kennara í menntakerfinu og reyndar svona fyrst og fremst kannski hjúkrunarfræðinga en við getum sagt hjúkrunarfólks í heilbrigðiskerfinu. Og við vorum svona að reyna að skilja bæði hvernig fólki leið inn í þessum kerfum, stóru fagstéttum, hvort að svona valdaleysi staða þeirra væri kannski ein af ástæðunum fyrir því að þær kjaradeilur sem hafa verið í hvað mestri hörku svona undanfarið ár hafa einmitt verið þessar stóru stéttir. Það eru lausir samningar árum aftur og aftur og það hefur ekki raunverulega tekist að semja við hjúkrunarfræðinga ég man ekki hvað það hvort það sé 6 eða 7 ár. Hvort að það væri kannski afleiðing af því að þessar stéttir væru svona valdalausari inn í stærri kerfum sem að kannski væru rekin áfram og mótuð af öðrum sjónarmiðum, af viðskiptalegum sjónarmiðum eða svona út frá stjórnsýslunni, að ákvarðanirnar væru teknar skrifstofum í ráðuneytum, skrifstofu Landspítalans eða landlæknis eða fræðsluskrifstofunum en kennararnir og hjúkrunarfólki sem hefðu menntað sig til þess að móta starfið hefðu kannski verið að vinna eftir kröfum og stefnu sem að veri mótuð annars staðar. Mér langar að halda áfram með þessu umræðu og til þess að gera það þá hefur við fengið gott fólk til mín. Það er Guðrún Ásta Tryggvadóttir sem er geðhjúkrunarfræðingur. Nei, fyrirgefðu, ég bara biðst afsökunar, ég ætlaði ekki að segja, ég ætlaði að segja Guðbjörg Sveinsdóttir sem er geðhjúkrunarfræðingur. Svandís Egilsdóttir sem er skólastjóri á Seyðisfirði og Benedikt Sigurðarson sem er fyrrverandi skólastjóri líka og skólamaður til margra ára. Mér langar kannski að byrja á þér, Benedikt. Oft er að vera að tala svona að nútíminn sé trumta eins og var svolítið í þessu þáttum. Það var að tala kerfin að þau væru kannski að þróast eitthvað sem enginn væri almennilega að biðja Þetta þjónaði ekki nemendum og sjúklingum og þróunin væri ekki í anda þess sem að þessar stóru stéttir væru að óska eftir eða sæju fram á að það væri gott. Þá velti maður því fyrir sér, var þetta eitthvað betra áður? Og ég veit að þú getur ekki horft langt aftur í aldir, en þú getur horft nokkra áratugi aftur. Upplifir þú það að skólakerfið sé að þróast á góðan máta, rétta leið, eða einhver svona, kominn tími til þess að staldra aðeins við og velta fyrir sér, hvert þetta kerfi að fara? Já, ég get svo sem ekkert endilega fullyrt hvort að kerfið eða skólarnir voru betri á einum tíma heldur en öðrum, en ég get alveg fullyrt að skólakerfið var mikið öðruvísi fyrir 40-50 árum heldur en það er í dag. Og það er allt í lagi fyrir okkur að hafa það í huga að skólakerfið fram undir þáttöku minnar kynslóðar var í raun og veru rekið fyrir rosalega fáa. Það voru innan við 20% af árgangi sem reyndi við landspróf á árabilinu 1946 til 70 og pluss eitthvað. Og það voru ekki nema kannski 12% af árgangi sem hófu þáttöku í menntaskóla og framhaldsskólum eins og þeir voru skilgreindir. Svo er gerð algjör umbylting á árabilinu undir lok 7. áratugarins og inn í þann 8. Fyrsta lagi með framhaldsskólasprengingunni sem við töluðum með kynslóðinni okkar sem að núna eru 68 ára pluss mínus. Og síðan verður líka gerð gríðarleg breyting í grunnskólakerfinu
með innleiðingu grunnskólalaga 1974 og námskráa í framhaldinu alveg á árabilinu 75 til 1980. Þá var gríðarleg öflug deigla landið allt. Það var sett af stað mjög skilvirk endurmenntunarnámskeið fyrir starfandi kennara. Það var settur á stofn kennaraháskóli þar sem menntunin var flutt á háskólastig og það var sett í gang gríðarlega öflug skólaþróun fyrir forystu ríkisvaldsins í gegnum skólaþróunarsvið menntamálaráðuneytisins, skólaþróunardeild og þetta hafði mjög mikil áhrif. Ég síðan á einum tíma sem skólastjóri einn af fyrstu þáttakendunum í því að fara í sérnám í skólastjórnun sem má kannski segja að hafi verið nokkuð konar framhald af þessu. Það er að segja að markmið þessara lagabreytinga var valddreifing, aukin þáttaka og menntun í einhverju formi fyrir alla. Það var raunverulegt markmið. Áður var menntunin fyrir fáa og henni var skipað þannig. Þessi breyting var auðvitað hluta til, eða hvað að segja, hún var samfélagspólitísk. Hana var ekki mikill ágreiningur milli stjórnmálaflokka en í eðli sínu var hún róttæk af því að hún fól í sér þessa breytingu að færa menntunina frá því að vera fyrir fáa í það að vera með einhverjum hætti fyrir alla. Og skólaskipanin var á þeim tíma hugsuð þannig að skólar hefðu umtalsvert sjálfstæði. Skólinn væri vettvangur útfærslu á opinberum fyrirmælum en pólitísk millistykki voru ekki innleidd í þetta kerfi fyrir heldur en eftir 1990. Þegar að grunnskólinn síðan fluttur til sveitarfélagana verður önnur eðlisbreyting á grunnskólakerfinu okkar og svipað leyti farið að höggva í faglegt og stjórnunarlegt sjálfstæði framhaldsskólana líka. Og það er mjög eiginlega sérkennilegt að upplifa það að á sama tíma eins og talað rekstrarlega dreifstýringu þá verður, sýnist mér, raunveruleg aukin miðstýring innan sveitarfélaga og aukin pólitísk íhlutun í menntakerfið og ríkisvaldið tekur til sín fleiri og fleiri þætti framhaldsskóla, stjórnsýslu framhaldsskólans. Það eru ekki sjálfstæðar skólastjórnir lengur með stjórnsýslulegt sjálfstæði til ákvarðana og stjórnendur skólanna hafa með einhverjum hætti í auknum mæli tekið við rekstrarlegum fyrirmælum og leið fyrirmælum í þá veru sem frá sveitarfélögunum og frá ríkinu beint, fyrirmælum sem eru þannig mjög stýrandi fyrir allt starfið. Og svo kemur upp aukin áhersla á samræmd próf í kringum þetta sem að leiðir til þess að fagleg gróska, henni hamlað verulega og það þarf enga stjarnfræði til að sjá að hvort sem það heitir samræmd próf eða PISA-kannanir eru túlkuð og notuð inn á við til þess að stýra skólastarfi að mínu mati langt umfram það sem skynsemin býður okkur og langt umfram það sem faglegar óskir kennara og skólastjóra eru. Þannig að faglegu kröfunar sem að koma frá miðstýringaraflinu sem að stýrir í gegnum fjárveitingar og notar skólastjóran raunverulega til þess að vera innleiðing inn í skólastarfið til þess að vera með svona kröfur í gegnum bunduna. Það faglegu kröfunar þeirra eru svona einfaldari kringum samræmd próf og PISA til þess að búa til einhvern mælikvarða og eiginlega engin tilraun gerð til þess að meta raunverulegt gæði skólastarfsins sjálfs. Það er túlkast þannig og það er ekkert langt síðan að það varð
raunverulegt upphlaup á Seltjarnarnesi í samhengi við innritun í framhaldsskóla frá útskriftarhópi úr skólum Seltjarnarnes. Þar sem að, ég vil segja nánast bæjarstjórnin án ágreiningslýsti nánast vantrausti á skólastarfið allt. Og það eiginlega að mínum mati alveg furðulegt að það skyldi ekki verða í raun og veru meira uppþot úr því máli af því að það fól í sér að auðvitað var sveitarstjórnin að mínu mati með þeirri aðferð var sveitarstjórnin að lýsa vantrausti á sjálfa sig. Hún var að lýsa vantrausti á sjálfa sig í þeim skilningi að lagabreytingin 1995 sem fól sveitarstjórnunum rekstrarlega ábyrgð á grunnskólakerfinu, hún fól það í sér jafnframt að sveitarstjórnin skuldbatt sig til að tryggja menntun barna í viðkomandi sveitarfélagi. Og þegar að þessi uppákoma varð, þá las ég allan aðdraganda þess máls þannig að sveitarstjórnin var að lýsa vantraust á sjálfa sig og undir eðlilegustu kringumstæðum þar sem að ræða stærsta rekstrarlega þáttinn í starfi sveitarfélagsins, þá hefði að mínu mati verið miklu eðlilegra að bæjarstjórnin á Seltjarnarnesi segði af sér frekar heldur en að skamma kennarana og skólastjórnendur. Og það má bæta í raun og veru við þetta, sko, það engin smáræðis kerfisbreyting sem var gerð þarna með þessum rekstrarflutningi og alveg með ólíkindum að mínu mati að það skuli ekki hafa verið fylgt eftir með stöðugri, ég vil segja, með langtíma úttekt hvaða áhrif þessi rekstrarbreyting hefði á skólastarf, á starfsaðstæðum nemenda, kennara og skólastjórnenda og þar með líka á árangur af skólastarfinu. Þetta svo mikil breyting að mínu mati hefði verið langtum eðlilegra að fela, ekki í raun og veru ríkisstofnun að hafa þetta eftirlit, heldur hefði verið eðlilegast að kalla til alþjóðlega sérfræðinga til að stýra úttekt og greiningu á þessari þróun, þó ekki væri þá seinna heldur en eftir 25 ár í þessu kerfi þar sem að væri þá á árinu 2020, en það bólar því miður ekkert á því. Guðbjörg, þú ert í öðru kerfi, út í heilbrigðiskerfinu. Já. Maður heyrir svolítið þegar maður talar við kennara, þá oft talað að það hafi komið svona vor í skólastarfið þarna snemma á 8. áratugnum, skila sér inn í ýmislegt sem að tilyrði bara upprisu 7. áratugsins, sem að var barið fyrir réttindum kvenna, svartra í Bandaríkjunum, alls konar hópa og svona svolítið lýðræðisvæðing og þetta hafi verið vor í skólastarfinu. Síðan hafi það svona kringu 1990 raunverulega orðið stefnubreyting og skólastarfið tekið að hrörna og svona valddreifingin minnkað, komið meiri miðstýring frá ráðuneytunum sem eru önnur sjónarmið sett inn í það, sjónarmið aukna hagræðingu og skilvirkni og fleiri svona hugtök sem við þekkjum bara úr fyrirtækjarekstri. Þetta að sjá eitthvað svona sambærilega sögu úr heilbrigðiskerfinu sem samstofnað þessu? Það svo stórvægilegt atriði sem hefur komið fram hérna þegar grunnskólarnir eru fluttir frá ríkinu til sveitarfélaginu, það ekkert slíkt í heilbrigðiskerfinu, ég átta mig á því, en eitthvað svona sambærileg þróun það hvernig uppbygging kerfisins hefur verið? Já, sko, kannski ekki alveg sambærilega, það samt sem áður, þetta verður heilbrigðiskerfi líka fyrir áhrifum af þessari hvað maður segja, byltingarkenndum hugmyndum þarna á 7. og 8. áratugnum og það verða ýmsar breytingar en heilbrigðiskerfi í raun og veru mjög íhaldssamt kerfi. Það hefur raun og veru breyst afskaplega lítið þessi 40 ár finnst mér í svona uppbyggingu kerfisins. Þú hefur lækninn, pappan og hjúkrunarfræðinginn, mömmuna og svo sjúklingurinn barnið og þetta í raun og veru þetta í raun og veru kerfið sem ennþá svolítið, en auðvitað það gerðist náttúrulega heilmikið, sérstaklega kannski í geðmeðferð
að það var náttúrulega þessi aukna krafa aukin, já, og aukna aðkomu, aukið, hvað maður segja, lýðræðiskrafa í þessu kerfi líka. Mannréttindi sjúklinga, algjörlega, og auðvitað fór þetta kerfi ekkert varhluta af því. En það gerist kannski náttúrulega það sem stóra kannski breytingin hér eða kerfisbreytingin það þegar sjúkrahúsin eru saminuð þarna í kringum aldamótin og þar með ertu komið með rosalegt bákn. Þú komið með Landspítalann og það ekkert annað sjúkrahús hér á höfuðborgarsvæðinu þannig lagað, það búið að leggja niður í Hafnarfirði og bara alls staðar í kringum okkur. Þannig að það kannski staðsta kerfisbreytingin og svo náttúrulega breytingin núna sem að gerast, það með kannski að þá að fara að reyna að koma heilsugæslunni svolítið meira í fókus og að spítalinn sé í raun og veru svona þetta sérhæfingarbatteri og svo bæði fyrirbygging og eftirmeðferð í höndum annarra. Og það kannski stóra breytingin en í raun og veru þetta afskaplega íhaldssamt og staðið kerfi í raun og veru. En það náttúrulega og það náttúrulega sem gerist líka í sambandi við menntun og annað, það náttúrulega læknar hafa alltaf verið bara með sína menntun og sérmenntun og eru það ennþá. Hjúkrunarfræðingar, það fer yfir á háskólastig þarna á 8. áratugnum og það breytir ýmsu, svo náttúrulega miklu meiri stjórnum komin inn í þessar heilbrigðisstéttir og það náttúrulega komna líka þessar kröfur hagræðingu, effektivitet, það komið lín núna sem svona bara eitthvað á Toyota-verksmiðjunum, það sem allt á að vera svo línvætt og þetta Ég heyri ekki hvað segirðu, það línstefnan, það svona lín. Já, lín. L-E-A-N, það sem alltaf, já. Þannig að auðvitað fer þetta kerfi ekkert varhluta því en það verður ekkert svona stórfenglegar, ekkert svona nema þessi sameining og svo náttúrulega bara það koma náttúrulega fleiri fagstéttir að núna heldur en gerðu sem bara náttúrulega gott og það verið að reyna að koma á svona þessu teymisvinnu meiri þannig að það verður þetta hierarkí sé ekki svona gríðarlega mikið og sem veldur bara náttúrulega því að veldur ákveðnu valdaleysi hjá notendum og eins ákveðnu fagstéttum. Þeim fagstéttum sem eru neðar í hierarkíu. í píramídanum. En þessi sameining spítalanna sem náttúrulega svona stórt mál og byggir á trú á því að við eigum að drífa þetta áfram á hagræðingu og aukinni skilvirkni og sem að leiðir alltaf til raunverulega þess að stærri einingar verði til að því að bakvið býr eiginlega algjör trú á því að því stærri sem einingin því meira hagræðingin og meiri skilvirknin og það lokað spítölum hér og þar í landinu og hérna situr eftir þessi risastóri spítali hér sem eiginlega heilbrigðiskerfið og annað bara eiginlega bara vörtur eiginlega á Landspítalanum og núna einu sinni tilraunir að styrkja heilsugæsluna á móti þessu mikla bákni. Sérðu fyrir þér að þessi samþjöppun valds og ákvarðana uppbyggingu á kerfinu hafi leitt af sér svona skaða, það væri kannski allt í lagi að hafa eitthvað spítala á Akranesi og Hafnarfirði og hér og þar og jafnvel 2 í Reykjavík heldur en að þessi hugmyndum að sé hægt að keyra allt inn í sömu kerfin þótt að ég átti mig alveg á því að inn í Landspítalanum náttúrulega verið að reyna að búa til alls konar starfinu og alls konar deildum. Þessi svona áhersla að hafa eitt stórt fyrirbrigði sem að hefur svona drottnandi stöðu inn í heilbrigðiskerfinu að það hafi jafnvel verið skaðlegt? Það kannski svolítið vel ílagt að segja það, en skaðlegt það getur vel verið að hafa skaðað svona ýmislegt eins og það, samkeppnina sem nú kannski svona, þá ég ekki að meina samkeppni svona fyrirtækja rekstrarlega sér, heldur bara það að það var rosalega gott að geta valið á milli.
fannst mér, að vinna á Borgarspítalanum eða vinna á Landspítalanum. Og þetta voru svipaðar stofnanir, en samt sem með svona ákveðnar áherslur og áherslumun og aðeins öðruvísi rekið. Og ég held að þetta hafi að mörgu leyti skadað svona þetta að þetta orðið svo gríðarlegt mál. Og ég ekki að segja það að þetta sé eitthvað illa rekið eða fólk sé ekki að gera sitt besta, en það varð rosaleg samþjöppun þarna sem ég held, en auðvitað er þetta líka, þetta náttúrulega lítið land, við erum náttúrulega svo ótrúlega fá og sumir segja að þetta sé hagræði, svo aðrir ekki, en ég sé eftir þessu. Og samt það einhvern veginn ekkert svona eitthvað fortíðarþráalegt, en mér fannst þetta gefa meiri möguleika fyrir starfsfólkið og fyrir þjónustuþegann eða sjúklinginn. Til að hafa áhrif á sinn vinnustað. Já. Svandís, þú ert hérna skólastjóri í litlum skóla inn í þessu stóra kerfi á Seyðisfirði sem er líklega, myndum við segja bara, það er orðið hverfi í Múlaþingi, lítill bær. Þetta sem er stóra sögu og langa sögu og maður er rosalega lengi að labba bæjarenda á milli, það er svo löng leið, það tekur maður bara halvan dag að labba bæinn á enda. Hvernig horfir það við ykkur að vera lítil eining inn í þessu stóra kerfi? Okkur gengur nú bara ágætlega, sko. Og ég þegar þú spurðir í upphafi hvort það hefði verið betra í gamla daga, þá held ég að sko fyrir mitt leyti þá myndi ég frekar vilja vera nemandi í dag en þegar ég var í skóla. Þannig að ef þetta er eitthvað mælikvarði þá er hægt að nota hann, en auðvitað er þetta frá hvaða sjónarhóli erum við að horfa. Kerfið er alveg svakalega stórt og bæði er það lögin og námskrárnar og skólastefna sveitarfélagsins og svo kemur skólastefna skólans og svo er það kjarasamningarnir sem eru farin að hafa sko ákveðin fagleg áhrif, takmarkanir, myndi ég segja. Má ég spyrja þig hvernig þá, af því að ég bara þekki það ekki. Hvernig hafa kjarasamningarnir faglega? Sko kjarasamningarnir segja til dæmis til að kennarar kenni á meðal 26 kennslustundir á viku. Og ef við ætlum að þróa skólana og ef að kennararnir eiga vera sko þeir sem þróa skólana hvað mest, þá geta þeir, það er ekki, myndi ég segja, ekki boðlegt að ætla þeim það samhliða fullri kennslu. Þannig að, þá erum við, og í litlu, allavega ég veit að málin hafa verið oft leyst þannig að maður býr til teymi með nokkrum kennurum og þeir fá þá einhvern kennsluafslátt. En af því eins og Benedikt segir sko fjárveitingavaldið er að svo miklu leyti hjá sveitarfélögunum og þau eru misvel stæð. Og ég horfi á mjög mikinn ójöfnuð þegar ég horfi á skóla landsins. Það er mismunur í aðstöðu og fjárveitingin er mjög mismunandi. Og það er mikill galli, en þá varðandi þetta að kennararnir geti verið í þróunarstarfinu, að margir fara þá leið að taka af kennslumagni skólans og setja, taka tíma af kennaranum og setja þá í vinnu við að þróa skólan í teymum, sem stundum þýðir, ég örugglega ekki alltaf, að stundum þýðir það að það eru færri tímar sem við höfum fyrir nemendur. Skiljið, þannig og kerfið má ekki bitna á nemendum. Það er bara mjög slæmt, en þetta veit ég alveg að gerist, af því við
og það er alveg gróska í dag, það er hugur í kennurum, það er gróska, ég finn það og ég vil ekki fara í fórnarlambið. Við eigum að punkast í kerfinu, við eigum að vera að tala þessa hluti. Ég er ofsalega ánægð að að það fengið áhuga á þessu málefni því að það er ekkert sérlega mikil jákvæð umræða skólamálin á einhverjum raunverulegum nótum. Það er bara það er mikið upphrópanir í fjölmiðlum og við getum ekki alltaf svara fyrir okkur af því að við erum bundin trúnaði gagnvart einstök mál, þannig að við getum einfaldlega ekki svarað. Og það er bara ekki, ef maður vill svæfa boðin, þá fer maður að tala skólamál, svæfa fólk í boðum, þá, af því að það er bara virðist ekki vera mikill áhugi á þessu annars alveg ótrúlega mikilvæga, skemmtilega, frábæra starfi sem unnið. Þannig að það er svolítið, mér finnst það vera hluti af kerfinu. Það er hvernig við tölum skólana og að við tölum kannski ekki skólana og hvað er að gerast það raunverulega. Mér finnst það vera hluti af kerfinu hvernig við horfum á þá. En af hverju hefur fólk ekki áhuga á skólamánu? Nú hefur fólk áhuga á Ég veit það ekki, af hverju er ekki? Börnunum. Já, ég veit það, en ég veit að kannski það er kannski ekki gott kvöldvarðabót þar sem hver sig er að tala sín börn, en ég veit að hvert okkar væru alveg til að tala börnin okkar. En það er svolítið skrítið að við höfum svona áhuga börnunum okkar en erum dauð gagnvart skólamálunum þar sem að þau börja kannski þriðjunginn af vökutíma sínum í. Ég er svo innilega sammála þér, það eru til dæmis ekki neinir svona spennandi þættir sem gerist í skólastofunum og leikskólanum og tónlistarskólanum í boði að horfa á til dæmis, en það er alveg lögguþættir og læknaþættir og alls konar aðrir þættir, Það gæti verið einhver mælikvarði á áhugann, en mér finnst það skrítið að við tölum ekki meira kennarar kannski mættu alveg tala meira það sem þeir eru og það sem við erum að gera í skólanum. Já. En að því að varst að tala áðan að setja kennara við að móta starfið og þá fá þeir afslátt á kennslu, þannig að það er raunverulega aflið sótt inn í kennsluna til þess að búa til möguleika skólans að móta sig sjálfur. En þú nefndi líka fyrir ofan væri svona skólastefna sveitarfélagsins og ráðuneytisins og það er svona ýmislegt dótir þarna fyrir ofan, má ekki soga aflið þaðan og setja inn í skólana því að þessi fyrirbrigði eiga að vera að móta skólastarfi, má ekki bara taka það og flytja það niður í skólana, aflið sem að þar er til þess að móta skólastarfi. Jú, klárlega mætti en þetta er allt saman mjög dýrt og ég held að við séum á þeim tímapunkti að ríkið þurfa að koma meira að allavega í þeim sveitarfélögum þar sem að ég er til dæmis í sveitarfélagi sem að hefur barist í bökkum, kannski ekki núna en undanfarin ár og lengi og þá er það náttúrulega þannig og þetta því að segja náttúrulega þannig, það er bara það sem gerist, þá er veitt minna í skólana. Þannig að, jú, ég held klárlega að það mætti, en ég held mér finnst þetta vera svona eins og síðustu 110 ár sem að þessi bolti fór að rúlla, þetta kerfi sem við erum með núna, myndi ég segja þetta er snjóbolti og hann verður bara stærri og stærri og stærri og við hendum engu út, eða ekki miklu, við bætum einhvern veginn bara við og Meina það sé bara aukna kröfurnar á hvað skólinn á að gera. Það eru mjög miklar kröfur og það er og það sem að hefur gerst svona, finnst mér síðustu 10 árin er að því við tölum einstaklingsmiðun sem einstaklingsmiðaná sem við viljum vera að veita og styrkja hvern nemanda þar sem að hann er, viljum það. En kannski eru foreldrar með kannski svolítið ég veit ekki hvort ég á að segja óraunhæfar væntingar það sem við getum gert í kerfinu eins og er. Það eru gríðarlega kröfur á kennara
frá nemendum, frá foreldrum, frá stjórnendum, frá öllum. Mér finnst ekki skrítið að þeir séu þreyttir og við að það sé mikil kulnun. Mér finnst það eru fyrirsjáanleg viðbrögð við streitunni sem í kerfinu fyrir utan að því þetta er svo mikið viðbragðskerfi sem við erum í. Og þess vegna gekk okkur vel að takast á við COVID held ég, af því að við erum þjálfuð í viðbrögðum. Við erum rosalega góð í að bregðast við nýjum uppákomum og endurskipuleggja og svona. En það er annað tempó en að vera í þróunarstarfi. Þú þarft svona meiri öðruvísi frið til þess að geta verið í þróuninni. Sumir kennarar nefndu COVID sem dæmi svona góðan tíma vegna þess að þá var eiginlega námskráni og fleiru ýtt aðeins til hliðar og kennari fekk bara eiginlega frið og frelsi til þess að sinna nemendunum með nýjum hætti. Já, og ég held að við ættum að gefa þeim Benedikt, já. Mér langar að stökkva inn í þetta svolítið, Ég held að það hafi ekki einmitt komið í ljós í COVID að kennarar og skólastjórar, þeir Ég held að heyrist ekki í Benedikt. Jú, heyrist. Já. Þeir losnuðu svolítið við fyrirmælin og ofan og afskiptin og ofan og þeim var treyst til þess að takast á við verkefnið. Og ég held að það sé nákvæmlega kannski vandinn sem að Svandís að lýsa, að henni sagt og það er gerð krafa til hennar að hún sé verkstjóri og hún sé forystumaður og eiginlega beri ábyrgð á ákvörðunum í raun sem að sveitarfélagið hefur hlaupið inn í að taka. Og í mínum huga þá held ég að það hafi verið gríðarlega jákvæð ákvörðun þegar að skólunum var falið að útfæra námskrár sínar og stefnu með svokallari skólanámskrá og síðan að gera umbótaáætlanir á þeim grunni í framhaldinu. Þess vegna hljómar það í mínum huga alveg galið að sveitarstjórnirnar fara að búa til einhverja pólitíska innan gæsalappa skólastefnu sem þá einhvers konar undir stefna undir námskrá og skólalögum ríkisins. En aðeins nánar þetta með að Svandís er skólastjóri en hún er samt ekki verkstjóri kennarana nema mjög takmörkuðu leyti. Og kjarasamningurinn sem að gengur út af það að allir kennarar hafi í grunninn sömu vinnuskyldu inni í kennslustofu í mínum huga ein orsökin að því að skólarnir eru dálítið fastir og að það ýtir að mínum viti mjög undir þessa streitu og kulnun sem held ég raunverulega, ég held hún sé raunverulega til staðar, ekki bara eitthvað klísja sem hefur verið gripið til. Og fyrsti kjarasamningur kennara sem var gerður í raun eftir að sveitarfélögin tóku yfir, eða samningar sem gerðir 2002 cirka, þeir fóru allt í einu að gera ráð fyrir því að skólastjórar ættu að fá skipulagsvald yfir tímum kennarana þannig að þeir gætu ráðstafað mismunandi vinnuálagi á milli kennara. Í mínum huga þá grunnskóli með einstaklingsmiðaða námskrá þannig að það umsjónarkennarinn sem þessi vettvangur eða heldur á þessum vettvangi þar sem foreldrar eru studdir til þess að vera foreldrar skólabarna, þar sem að kennarinn þarf og að fá tækifæri til þess að ræða og vinna með foreldrunum að því að bakka börnin upp til besta árangurs. Og í mínum huga algjörlega útilokað annað heldur en að umsjónarkennarar fái í framtíðinni rýmri tíma utan við beina kennslu til þess að sinna þessu hlutverki og sama hátt að þeir séu viðurkenndir sem burðarásinn í árangri skólastarfs. Og sem gamall skólastjóri þá ætla ég að leyfa mér að fullyrða það að árangur skólastjórans verður aldrei metinn góður
nema að kennararnir skili góðu verki. Það bókstaflega þannig. Ef að kennarar skila ekki góðu verki, þá verður árangur skólans ekki góður og skólastjórinn þar af leiðandi ekki góður skólastjóri. Ég undrast það af hverju skólastjórar eru ekki virkir og fullir þáttakendur í því á vettvangi ríkis- og sveitarfélaga að útfæra vinnurammann í skólanum þegar kemur að kjarasamningi. Sveitarfélögin hafa meira að segja útvista þetta hlutverk frá sér yfir til Sambands íslenskra sveitarfélaga sem ekkert einu sinni stjórnsýslu aðili. Og þeir segja bara, já, okkur kemur þetta ekki við getum ekki blandað okkur í kjarasamningi. Það búið að færa þessa ábyrgð algjörlega út úr seilingarfjarlægð þeirra sem síðan eiga í raun að framkvæma verkið. Og ég held að þessu verði að breyta og á sama hátt þá óttast ég það sem ég greini svona án þess að hafa rannsakað það, ég að reyna að hlera það, að foreldrar og félög þeirra, þau eru einhvern veginn í auknum mæli að presentera sig sem svona einhvers konar eftirlitsaðila gagnvart skólanum sem að bergmálar einhvers konar pólitíska kröfur að árangur í PISA eða skólinn fari nú ekki út úr fjárveitingum eða hvað það En foreldrarnir eru í minna mæli heldur en þeir þurfa að vera samstarfsaðilar skólastjóranna, samstarfsaðilar umsjónarkennaranna við að skapa gott skólastarf, skapa víðtæka ábyrgð á árangri allra barna, ekki bara minna barna, heldur allra barna. Af því að það svo magnað að upplifa það að rannsóknir sem að ég þekki til á árangri í skólastarfi, þær segja okkur alveg skýrt að eftir því sem árangur allra barna, eða hvað betri, þar sé ekki bara bestu nemenda eins og það skilgreint, þeim mun meiri árangur af skólastarfinu í heild sem skilar sér fyrir alla. Og út frá hugmyndafræði skilvirkninnar, þá fer nánast óskiljanlegt í mínum huga að skilvirkni, þeir sem telja sig vera að halda henni fram, þeir skulu ekki akkúrat hafa lyft þessu sjónarmið. Og ég vil endilega stinga hérna inn líka einu til umhugsunar varðandi þetta grunnskóladæmi og skóladæmi og raunar heilbrigðiskerfið í leið, að í byrjun 9. áratugarins var gerð verkaskiptasamningur milli sveitarstjórnarmanna og ríkisstjórna það hver ætti að skipta sér af hverju. Þá varð eðlisbreyting við hliðina á skólaumbreytingunni sem við höfum hérna nefnt. Þá var ákveðin eðlisbreyting á því að dregið var úr öllum afskiptum sveitarstjórna á mótun og þróun heilbrigðiskerfis og framhaldsskóla. Ég held að það sé að koma í bakið á okkur. Ég held að ein afleiðing þess hafi verið þessi stóra sameining spítalanna í Reykjavík sem að breyta öllu eða hvað sé að raska öllu jafnvægi í heilbrigðismála umræðunni. Og það að mínu mati til dæmis verandi búandi hér á landsbyggðinni, þó að Akureyri telji sig vera höfuðstað landsbyggðarinnar, þá erum við samt í smábæ að sveitarstjórnarfólkið hér á Akureyri telji sig ekki hafa neina hagsmuni fram að bera fyrir hönd borgarana gagnvart þróun heilbrigðismála í okkar umdæmi. Það sannast að segja algjörlega algalið. Og á sama hátt, ef við horfum á það hvernig heilbrigðisþjónusta út landsbyggðina alla var byggt upp á árabilinu eftir stríð, þá gott fyrir okkur að rifja það upp að mæður margra okkar og feður tóku þátt í gríðarlega öflugu sjálfboðastarfi við að safna peningum, bókstaflega til að byggja hús yfir spítal, byggja upp meira og minna alla þjónustuna við fatlaða,
eins og hún var byggð upp á landsbyggðinni og jafnvel byggja upp elliheimili. Þannig að þessi þáttur hefur einhvern veginn, það er að segja, þessi almanna þáttur, hann byggðist á því að við bærum öll sameiginlega ábyrgð með einhverjum hætti. Hann hefur orðið eiginlega algjörlega, honum hefur verið hent út í hafsauga og nú ber eiginlega engin ábyrgð. Meira að segja þegar er teknar ákvarðanir að skera niður svo mikið hjá einstökum heilbrigðisstofnunum eða í framhaldsskólum, þá eiginlega segir engin neitt. En ef það er farið að róta við því að einhver stofnun sem á heim í Reykjavík, hún flytji lögheimili sitt, þá argar allur samanlagður fjölmiðlaheimurinn og pólitískir álitsgjafar, jafnvel þó að það sé spurning einhverja 4 kalla sem að kannski kunna að fara með kúbein og líta eftir brunavörnum. Þá verður allt brjálað. Á sama tíma er verið að loka fangelsinu á Akureyri af því að það sé miklu hentugra að láta fanga af landsbyggðinni fara suður til afplánunar og svo framvegis. Þannig að umræðan er einhvern veginn, finnst mér, út í horni að því leytinu til. Það ber engin ábyrgð, það kvarta allir, það öskra allir eða veina eftir atvikum. Þetta er svo stórt innlegg að ég ætla að reyna aðeins að breyta það niður og flytja það til ykkar. Mér langar að biðja á því að fara til Svandísar, af því að í fyrri hlutanum þá var hann að fjalla um skólastjóran, umsjónarkennarann og foreldrana og benti mér annars á það að ef þú vilt að barnið gangi betur í skólanum að þá borgar sig fyrir þig sem foreldri að vinna af því að öllum skólanum gangi betur, þannig er líklegra að þínu barni gangi betur. Er þetta nefndin endar að skólastjórafélagið ætti að hafa afstöðu til þess í kjarasamningum hvernig þessu verði háttað. En það var líka á bak við þetta svona kultúrískt hugmyndir hvaða væntingar við höfum til skólana. Eiríksína K.R. Ásgrímsdóttir var hérna hjá okkur í síðustu viku og hún hafði átt löng samtöl við marga kennara í tengslum við rannsókn sína og það voru 2 orð samstofna sem stóðu upp í sem allir töluðu það var skömm að bara kennararnir fundu til einhverjar skammar fyrir að standa sig ekki nógu vel eða ná ekki að uppfylla einhverjar sínar eigin væntingar líklega, þannig skammsmaður sín. Og svo voru skammir, það var alltaf látust fyrir að skamma, það voru foreldrarnir sem voru að skamma kennarana og þetta er náttúrulega merki svona stétt sem er í svona ákveðnu vanda. Ég veit ekki hvort þetta tengir þetta saman en það sem ég er að velta fyrir mér annars verður svona formlegt hvernig var þetta að laga það með því að auka vægi umsjónarkennars, ég veit ekki hvort þú viljið ræða það, eða þá þetta með svona afstöðun okkar til þess hvaða er umverulega sem fer fram í skólanum og hvers svona samfélag við eigum að byggja þar upp eða eigum við bara að vera að láta eins og við séum að kaupa hverja aðra vöru eða þjónustu og reyna að fá sem best fyrir barnið okkar. Svandís. Það er slökkt á og þú voru að kveikja. Að kveikja? Það er komið. Nei, ég held að allir ættu að hafa þær væntingar til kennara í skólunum sínum. Að þeir séu traustsins verðir, að þeir séu fagmenn og séu að vinna á faglegum nótum og að við getum treyst skólanum. Það væri rosalega gott ef það væri 99% vænting allra landsmanna. Það er ekki. Ég náttúrulega hef ekki mælt það, þannig ég get ekki alveg sagt til það, en maður hefur alveg farið heim eftir daginn og bara, hvað heldur? Hvað heldur fólk? En þá komum við kannski líka því sem að við þurfum í skólanum kannski að vera betri í og það er að segja frá því sem við erum að gera og hvað skólastarfið snýst og hvernig við kennum og hvað við kennum og við ætlum að fara frá mjög miklu bókmiðu námi yfir í annars konar tæklun á kennsluna. Að segja frá því
hvernig það virkar og að það virki og af hverju það virkar. Þannig að við mættum kannski vera duglegir að segja frá okkar passum sem kennslan og þessi fagmennska. En það ekki svolítið skrítið í samfélagi þessum skóli eins mikilvæg stofnun hann að það sé eitthvað óljóst hvert hlutverk hans, að það sé önnur sjónarmið á kennarastofunni heldur en þegar foreldrarnir hittast og fá sér kaffi yfir vaxdúknum inn í eldhúsi? Ég held bara að við séum ekki ég held í raun og veru að við séum ekki alveg með áhugan þarna og þessar sögur þær kannski selja ekki blöðin eða selja ekki fréttina. Þetta þú veist þetta hversdagslífi líka og það annað kerfi sem að við hliðin á okkar kerfi, skilur, hvernig þetta PR og þessi sölumennska í fjölmiðlum í raun og veru sem að okkur ekki alveg við erum ekki alveg að falla í þá grúppu og ég held að það sé bara að þetta vanmetið að þetta hversdagurinn. Niðurskurður námið starfið vanmetið, það svona hrörnun í kjörunum, minni fjármagn, skólakerfið að hrörna. Þetta hljómar alveg hræðilega en ég held samt ég vil samt ekki fara og segja að þetta sé svona Sannleikurinn mun gera okkur frjálsa, þannig að kannski eigum við bara að horfast í augu við að þetta staðan hjá okkur, að við höfum ekki sinnt skólakerfinu eins og við ættum að gera Já, ég held að þróunin hafi kannski ekki verið nægilega hröð með við hraða samfélagsins. En þegar við erum öll á hamstrahjólinu, það eru það allir. Hvernig eigum við þá að þetta virkar náttúrulega ekki. Þessi hlaup í samfélaginu okkar, almennt. Leikskólakennari sagði að foreldrar borga innan við 20.000 krónur fyrir barnið sitt á leikskóla og þykir mörgum mikið og kannski getum við deilt hvort að foreldrar borga þetta eða samfélagið. Það má nú taka svona dæmi það hvaða hugmyndu við hefðum hvað þetta kostað. Svo bílar bílinn okkar, við förum á bílaverkstæði og þá borgum við 80.000 krónur og þykir það bara eðlilegt. Og hann var eiginlega að draga það fram að kannski væri verðmætamatið okkar bara út úr korti. Já, við megum alveg tékka eins á því hvar það í raun og veru. Mér finnst þetta Svandís í raun og veru verið að segja okkur að menntun og menntakerfið hefur orðið undir í umræðunni. Það ekki í forgang. En ég algjörlega á því. Já, þar augljós vandi sem að skapar verulegt álag fyrir stjórnendur og kennara og gerir þeim auðvitað erfiðara fyrir að vinna sitt verk. Hvernig við breytum því svo aftur annað mál. En heilbrigðiskerfið hefur orðið undir í þessari umræðu vegna þess að við höfum dvalið við menntakerfið og nú langar við að hleypa Guðbjörgu af. Þau voru að tala um kulnun í starfi hjá kennurum og við vitum það bara alvarlegt vandamál og við verðum að horfast í augu við það. Það eitthvað að þessu kerfi sem að veldur því að svona stór hluti vinnuaflsins sem á að vera burðarvirkið í skólastarfinu upplifir kulnun og upplifir sig ekki búa inn í kerfinu sem það á að starfa inn í. Það án efa þá tengist það svona valdaleysi og vondri stöðu. Kulnun meðal hjúkrunarfólks bara engum inni. Nei. Og það náttúrulega eitthvað sem svo sem ekkert nýtt. Það núna bara erum við fann að nota þetta orð. En ég ætla aðeins líka að fara þetta aftur á því að ég held að það sem þau að tala í skólakerfinu á alveg við í heilbrigðiskerfinu líka og félagslega kerfinu, þessum húmanísku þáttum samfélags sem svo sannarlega urðu undir þegar við fórum og hafa bara verið undir svolítið
í bara þróun samfélagsins undan áratugi og kannski jafnvel lengur, ég veit það. Af því að þetta á tyllidögum þetta náttúrulega það mikilvægasta sem við höfum, það börnin okkar og þeirra framtíð og heilsan okkar og hvernig við getum stuðlað að því að hún haldist og batni. En á sama tíma ætlum við ekki að setja pening í það eða við ætlum að skera niður, við ætlum að setja meiri kröfur á starfsfólki sem að vinna þar, við ætlum að fara yfir í einhvers konar fyrirtækjamenningu í rekstrinum og svo framvegis og þetta náttúrulega bæði með það að það eykst kulnun því að það ákveðið valdaleysi þarna líka eins og fram hefur komið. En það líka vegna þess að það allt sett svo á einstaklingana, á kennarana, á hjúkrunarfræðingana, á þeirra sem að vinna. Þeir bera ábyrgð á sinni heilsu og þeir bera ábyrgð á hvernig þeir hafa það og hvernig þeir hegða sér í vinnunni. Nú ef það eitthvað svona erfitt þá bara getur þú svo sem sjúkraskrifa þig eða sem sagt farið í veikindafrí en kerfið ætlar samt ekki að laga þeir sem að ráða kerfinu ætlar ekki að laga það. Því það það sem veldur þessu. Það ekki, þú veist, hvað þú ert ómögulegu kennari eða hjúkrunarfræðingur og þegar þú þarft alltaf að hlaupa hraðar og það eru færri hendur sem að vinna verkin, þá þetta ósköp eðlilegt að svona fari. Áttu við að fólk sem í svona framlínu, getum við sagt, eins og kennarar eða hjúkrunarfræðingar eða sjúkraliðar, að þau þurfi svona, hvað við segja, handleiðslu í vinnunni til þess að geta spegla sig og stutt sig í þeirri svona stöðu sem þeir eru með undir þessu kröfum? Já, ég hef aldrei skilið það og af því að ég hef nú líka lært handleiðslu og þá skil ég ekki til dæmis að kennarar sem eru svona með því útsettara í svona mannlegum samskiptum, bæði gagnvart nemendum og aðstandendum og kerfinu og öllu, og bara yfirleitt allir sem að vinna með fólk, að þeir séu ekki með handleiðslu, því það ein leið til þess að verjast því að brenna út. Bæði að náttúrulega vinnu aðstæðan og vinnu framlagið sé passlegt, en líka þetta að þú fáir að spegla þig og þú getir unnið úr erfiðum hlutum, jafnóðum, ekki bara þegar krísuna koma. Og líka þetta að þú eigir náttúrulega rétt á námstækifærum og ráðstefnum og svo vidare. Og handleiðsla bara, já, ég þekki marga vini og kunningja sem eru kennarar og það að þeir séu ekki stöðugt í handleiðslu hefur mér alltaf fundist mjög undarlegt. Þetta bara mjög mikilvægt að hafa í huga, þetta alveg hárrétt og það algjörlega furðulegt að það skuli ekki vera sameiginlegt verkefni rekstraraðila skólakerfisins og stéttarfélaganna og stjórnendana að byggja upp þetta umhverfi sem að Guðbjörg hérna að nefna og ég meina auðvitað hluta til skýringin svo að þetta kostar en þetta hins vegar alveg hárrétt greininga hennar að mínu mati hjá henni að það verið að gera einstaklingin ábyrgan fyrir afleiðingum kerfisvillunar og þessa álags sem að kerfið í eðli sínu býr til á starfsaðstæður einstaklingsins. Og það sem algjörlega gerir menn bjargarlausa og fjölgar að mínu mati þeim sem að hrynja undan kerfinu og upplifa þessa kulnundar sem þeir eiga ekki afturkvæmt. Og það kostar. Það kostar. Sjúkrasjóðin sem af þessum félögum eru bara tómir út af Þó það sé dýrt að vera með handleiðslu og vera með þessi bjargráð sem við erum að tala um, þá það svo mikil fjárfesting í framtíðinni að það hlýtur að vera hægt að reikna það út einhver reiknimeistara og hefur eflaust verið gert. Vegna þess að ég hef nú unnið í erlendis, ég hef unnið í Noregi mest og þar var fyrir 30 árum þegar ég var að vinna þar á geðdeild, þá var maður skikkar, það var ekki eins og spurt. Það var bara 2 vikna fresti, var handleiðsla og það var bara hluti af prógramminu. Nú erum við búin að tala mikið kerfin og það svona
Það er ljóst að það er einhver vandi þar. Og þá kemur spurningin, hvernig getum við breytt í? Er það hlutverk hérna okkar á vettvangi stjórnmálana að kjósa réttu flokkana sem hafa réttu skólastefnuna, eða er þetta hlutverk fagfélagana, stéttarfélagana að koma fram með kröfur að við viljum hafa svona heilbrigðiskerfi sem byggir á þessum þáttum, sem hefur þessar skyldur og skilur eftir fyrir okkur þessar starfsaðstæður, og sama með hérna kennarana. Er það verkalýðshreyfingin sem getur breytt þessu, eða allavega ekki fjölmiðlaumræðan, ef má marka Svandísi, sem hérna kveikir alltaf á öllum spjallþáttum og aldrei að rætt skólamál. Þannig að þú veist, hvar er breytingaraflið sem getur laga þessi stóru kerfi? Stórt spurt. Þetta er enginn þessar Okay. það eru bara stóra spurningar. Ok, ég meina það var dálítið þögn. Ég ætla að leyfa mér að halda því fram að það þurfi að leiðrétta tiltekna kerfisvillu í því hvernig bæði heilbrigðis- og menntakerfin hvernig þeim er stillt upp, hvernig fjárstreymið til þeirra er skilgreint og hvernig þeim er stillt upp. Og ég held að það sé algjörlega ljóst að valddreifing er alveg gjörsamlega nauðsynleg forsenda þess að kerfið geti rifið sig upp og menn í raun og veru hætti til dæmis í skólakerfinu að duttlunga stýra framlögum til framhaldsskóla og háskóla og búi til viðmiðunar reiknireglur sem stýra fjármunum til skólanna í samræmi við það sem skólarnir eru að fást við, ekki eftir reiknireglu sem hefur það markmið að reyna að skera niður allar fjárveitingar, heldur að skapa rekstrarlega færar forsendur. Á sama hátt þá var ég þátttakandi í skólastjórafélaginu 1995 á þeim tíma sem við var að færa grunnskólakerfið yfir. Við andmæltum því sterklega að kerfið væri að rugla saman fjárhag sveitarfélagana og rekstrarafkomu hafnarinnar við rekstur grunnskólans með því að einhverjir óljósir tekjustofnar sveitarfélagsins ætti að standa undir grunnskóla. Við vildum miklu fremur sjá að þessi þróun yrði nær danska kerfinu, þar sem nemendaframlaga skilgreining eins og reyndar í Hollandi, Belgíu og miklu víðar í Evrópu og í enskumælandi heimi, þar sem ekki verður til nein freisting að spara í skólastarfinu, jafnvel þó að snjómokstur verði óvenju þungur eða þurfi að byggja upp allt skólpkerfið upp á nýtt. En það hlustaði enginn á ykkur, Benedikt? Nei, það hlustaði enginn á okkur og allra síst þáverandi stjórn Kennarasambandsins, því miður. Og það sem ég í sjálfu sér að reyna að segja er að ég held að sé rangt að kasta því núna til kennara og hjúkrunarfræðinga að þeir verði að rífa af sér okið og rífa af sér kerfið. Ég held að þeir sem að strúktúrera kerfið og bera ábyrgð á því, foreldrar, stjórnmálamenn, þeir verði að koma þarna inn og breyta gangverkinu þannig að þessir hópar sem eru fagmenntaðir og starfa innan kerfisins, stjórnendur og vettvangi, fái meira það að segja hvernig kerfið fungerar og geti tekið þá ábyrgð án þess að vera endalaust í skotlínunni og bara skamma þeir, eins og hvort sem það er ríkisendurskoðun sem að skamma menn fyrir að fara fram úr fjárheimildum eða foreldrar og fjölmiðlar sem að skamma menn fyrir það að árangur í PISA sé fyrir neðan allar hellur í skólanum hjá Svandísi eða hvernig það nú er, sko.
Svandís, það gengu í hittifyrra og í fyrra verkföll kennara yfir öll Bandaríkin og fóru fylki í fylki og það var mjög áberandi að sjá það að kröfurnar voru ekki bara hærri laun, heldur var það bara endurreisn opinberra menntakerfisins í Bandaríkjunum, færri börn í bekki, sálfræði þjónustu, meira fjármagn inn í kerfið. Þetta hlutverk fagstéttanna að gera kröfur að kerfið verði byggt upp, endurreist, lagað, eða þetta verkefni samfélagsins ef að bíða eftir þetta náist inn á vettvang stjórnmálanna eða jafnvel inn í smærri einingar eins og þetta verkefni fólksins á Seyðisfirði að berjast fyrir því að skólinn á Seyðisfirði verði rétt fjármagnaður og þar verði gott starf sem að tryggir öllu börnunum gott nám. Þannig hefur það verið að hver skóli í svona litlu sveitarfélagi hefur þurft að berjast við alls konar risa. Það var svona sambærileg svona ólga í Danmörku fyrir 5-3 árum líka varðandi að kennararnir fengju meira vald og að á þá skyldi vera hlustað var krafan og ég held að við sem erum starfandi inn í skólanum verðum að taka þetta, eiga í samtali við upp og niður og út og suður, út allt. Við getum ekki skorast undan því, en ef við ætlum að setja mikla orku í það, þá þurfum við að líka fá fleira fólk inn í skólana til að leysa verkefnin sem eru fyrir í skólanum. Það dálítið slæmt að dreifa orkunni svona óbærslega mikið. Mér hefur þó mjög slæmt til dæmis undanfarin ár hvað kjarasamningarnir hjá kennurunum hafa pínu haldið þeim í gíslingu að þeir hafa verið mjög stuttir og þetta hefur verið til umræðu ár eftir ár og aldrei alveg nógu gott og þetta bara búið að vera mikið talað þetta og þá erum við að tala þetta. Við tölum bara í raun og veru 1 í 1. Þá erum við ekki að tala faglegu uppbygginguna og hvað við ætlum að gera fyrir skólan og allt. Þá hugurinn dálítið bundinn þar. Og ég óska eftir því að það verði friður, það verði samið þannig, núna eru kjarasamningar kennaralausir, það verði samið þannig að það verði friður til þess að gera þetta. Þannig að við þurfum ekki að vera að berjast þar. Þannig að já, ég held að við eigum að vera í þessu samtali, ég held að það sé gott, en á manneskjulega nótunum, kennarar gera mistök, stjórnendur gera mistök, stjórnmálamenn gera mistök, allir gera mistök. Við, á Íslandi finnst mér við þyrftum aðeins að fara, vera ekki með svona mikla dómhörku. Það myndi hjálpa ofsalega mikið upp á þróun skólastarfs líka, af því að það verður ekki þróun án þess að gera mistök. Og ef við megum ekki gera mistök, ef við erum skömmuð þá hættum við að þora. Þannig að, já, ég veit ekki hvað. Meiri samkennd. Mér finnst þetta samtal mjög mikilvægt. Minni skammir, minna skammum, meira samstöðu og samkennd kannski. Og að gera þetta saman og þetta verði verkefnið okkar. Það þarf að verða verkefnið okkar. Við viljum að þetta sé verkefnið okkar. Það mikilvægt fyrir æskulandsins, fyrir börnin og fyrir framtíð bara Íslands, þannig. Þannig að, já, við eigum... Ég ætla að skutla inn í þetta í sambandi við þetta með samkenndina. Það sem ég nefndi faglega þróun skólastarfs á árabilinu 1975 til 1980 þegar við varum að vera að innleiða breytt skólastarf með grunnskólalögunum frá 74. Þá fól það í sér gríðarlega mikil samskipti, mikla samvinnu og sameiginlegt lærdómsferli starfandi kennara af öllu landinu. Þetta gat akkurat búið til umhverfi þar sem að menn í raun og veru fengu jafningjastuðning eins og Guðbjörg var að nefna hér í sambandi við handleiðslu, þannig að menn voru að vinna með öðrum en ekki einangraðir. Og ég held að það hafi að vissu leyti verið pólitísk ákvörðun
og slæm pólitísk ákvörðun þegar að hluti af því að færa rekstur grunnskólans inn til sveitarfélagana fól í sér að miklu leyti niðurbrot þessarar sameiginlegu lærdómsferla þar sem að kennarar frá ólíkum svæðum á landinu úr ólíkum skólum komu saman reglulega, tóku þátt í einu eða jafnvel 2 stærri námskeiðum á hverju ári sem hluta af sinni símenntun og bjó til þessa miklu samkennd sem ég held að hafi drifið gríðarlega miklar skólaumbætur og skapaði stuð. Við skulum alveg hafa það á hreinu. Það var stuð í skólastarfi, í uppbyggingu í grunnskóla á árabilinu til dæmis upp að 1990 og það bara skilaði árangri. Það var gaman. Má ég spyrja þig hlutverk fagfélagana, stéttarfélagana í því að laga þessi kerfi? Nú eru það fagstéttirnar sem byggðu þau upp. Það var ekki þannig að þessi kerfi hafi komið einhvern veginn, hafi einhver viðskiptafræðingar og stjórnsýslufræðingar sem hafi búið til og ráðið síðan fagstéttirnar inn í það. Þannig að fagstéttirnar byggu þetta til og einhver leyti þegar maður hlustar á eitthvað þá finnst manni eins og svona völdin hafi verið tekið af fagstéttunum og svona stjórnkerfisfræðingar og viðskiptafræðingar tekið það inn með þá hugmyndum að ef við bara horfðum á skilvirknina og nýtingu fjármuna að þá mundi rísa hér upp ný Jerúsalem, allra besta kerfi, allra besta kerfa. En það þyrfti eiginlega ekkert önnur sjónarmið að hafa. En ekki bara hlutverk fagstéttanna að ná aftur völdum á þessu kerfum? Ég held nú að í heilbrigðiskerfinu hafi nú fagstéttirnar og fagfólki haft allt of mikið völd að mörgu leyti í uppbyggingunni vegna þess að þetta náttúrulega gríðarleg sérhæfing inn á svona stofnun og það fagfólki sem hefur þá sérhæfingu og fagfólki hefur haft gríðarlega mikið að segja hvernig þetta hefur þróast inn á spítala að mínu mati. Ég held að við þurfum að hleypa fleirum að þar. Eins og notendum þjónustunar eða sjúklingunum og aðstandendum og auðvitað ég held að bara þessi samræða og samkennd og þáttaka fleiri heldur en bara 1-2 fagstétta hafi mjög mikið að segja allavega í heilbrigðiskerfinu og ég held að við getum ekki gert þetta öðru vísi heldur en að hleypa fleirum inn fyrir það borð. Auðvitað hefur mikið að segja þeir sem fyrir ofan okkur, ráðuneyti og þeir sem eru með stefnuna eða búa til stefnuna. En það þarf líka að koma fleiri og þar hefur náttúrulega sem betur við verið að breytast heilmikið. Að notendur, að sjúklingar og þeir hafa haft meira að segja það sem verið að gera. En hvernig þetta uppbyggt voðalega mikið við fagfólkið, allavega inn á spýr að mínu mati. Þannig ég held að megi alveg taka okkur aðeins niður þar. Já, hleypa sjúklingnum inn og í þessu hýrakíi sem að þið hrekkja náttúrulega í talandi hýrakíu að þegar maður sjúklingurinn á spítala þá er maður settur í slopp sem opinn að aftan. Ég held bara til að niðurlægja mann, Já, þú veist, þetta svo gamalt, svo gamalt kerfi og þetta kerfi búið að vera alveg hryllilega mikið líkt síðan ég kom þarna inn fyrst árið 1975. Þannig að það má alveg fara að breyta hlutum og enda svo sem verið að reyna það en alls ekki nógu mikið að mínu mati. Og ef að það á að breyta þessu þá þarf meira heldur en einhver ráðuneytis eða læknaráð eða ég bara mjög ánægð með til dæmis það að það sé búið að taka af þessi læknaráð og hjúkrunarráð og svo bara megi búið til fagráð og það má bara hleypa líka sjúklingunum inn í þetta ráð alveg bara að mínu mati og svo verðum við bara að skoða líka hvaða við erum bara afleiðing samfélagsins, þessi kerfi, eða afleiðing þessi sem stjórna samfélaginu og það ekkert öðru vísi og ef við ætlum ekki að hlúa þessum kerfum eða hlúa því uppbyggingu og þróun þessa kerfa þá ekki þetta samfélag að fara að þróast heldur. Af því þetta svona samverkandi þættir þarna.
Herðu, nú slægi ég botnin í þetta í bili. Þetta er 3. þátturinn sem hefur fjallað svona stóru kerfin og það hleðst upp svona verkefni fyrir aðra þætti tengdum þessu. Við rættum það að við þurfum að draga inn kannski stéttarfélögin og ræða við fólki sem að stýra þar. Guðbjörg talar sjúklingana og það náttúrulega nemendurnir í hinu kerfinum sem að ég mun líklega reyna að búa til þátt þar sem við tölum kerfin út frá þeim sjónarhóli. Þannig að ég hvet ykkur til þess að fylgjast með og vonandi tekst okkur að búa til marga þætti, til dæmis fyrir Svandísi sem saknar þess að sé ekki rætt meira skólamál og þessi kerfi í opinberu umræðum. En ég þakka Benedikt Sigurðssyni sem staddur á Akureyri og Svandísi Egilsdóttur á Seyðisfirði og Guðbjörg Sveinsdóttir, ert þú ekki hérna á höfuðborgarsvæðinu einhvers staðar? Ég er bara í Kópavogi, sko. Í Kópavoginum. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að hjálpa mér við þetta námskeið sem ég á til þess að skilja heiminn og ég þakka hlustendum fyrir að taka þátt í þessu með okkur með því að ljá okkur eyra. Á morgun verður rauðaborði hér líka klukkan 8 kvöldi, þá verður opin lína, þá getið þið stjórnað í hvað á dagskrá, komið hingað inn og tekið þátt í umræðunni. Við byrjum á því fyrir viku síðan og það gekk alveg ljómandi vel. Það var þáttur sem hefur fengið mikla hlustun og mikla dreifingu á netinu. Aðrir þættir hérna á samstöðunni eru Hinn Reykjavík og Öryrkjaráðið sem eru hér í miðri viku og svo Work in Progress sem á laugardaginn. Þið getið séð alla þessa þætti inn á vef samstöðurinnar, samstöðun.is eða á síðu samstöðurinnar á Facebook eða YouTube. Ég hvet ykkur til þess, það er mikið magn af þáttum. Þið getið líka gengið í Alþýðufélagið sem er bakkjarlinn á bakvið samstöðuna. Það er gert með því að fara inn á samstöðun.is og í skráningu. Þá eru orðnir félagar, það verður efnt til svona aðalfundar núna í haust þar sem við munum marka línuna fyrir veturinn, hvernig við ætlum að láta þetta verkefni þróast. En ég þakka ykkur aftur kærlega fyrir gestum mínum og hlustendum í kvöld og bara hafið gott kvöld.